Og hér kemur flautið, við erum farin af stað og ég segi bara góða skemmtun, kæru áhorfendur. Caritas, innkast með framhliðalínu upp á Öglu Maríu. Agla María með fastan bolta fyrir, Ása missir á honum, en það gerir Edith Kristín ekki. Og hún er að koma Blikum yfir. Já, virkilega hugguleg sókn hjá Blikunum sem hafa byrjað þennan leik betur. Verður að komast yfir hér eftir tæpa 9 mínútur. Edith Kristín skorar þetta mark, sjáum þetta aftur. Það er innkast hérna meðfram hliðarlínunni. Agla María kemst fram hjá Önnu Heiðu á fastan bolta hérna fyrir. Ása missir af boltanum. En það gerir Edith Kristín ekki. Hildur Katrín nær ekki að komast fyrir hana. Og Edith sem hefði fengið mjög gott færi snemma í leiknum. Sett boltan inn á teig, þetta er fínn bolti! Og þetta endar hjá Taylor Kane. Taylor. På miðsvæði Líf með góðan skalla í gegn. Ása er að sleppa. Hrafnhildur Ása er að bæta við öðru marki Breiðabliks. Þegar 42 mínútur eru á klukkunni. Frábær sending í gegn og fyrirmyndar afgreiðsla. Já, Hrafnhildi Ásu Halldórsdóttur sem skorar 11. mark sitt á tímabilinu. Sjáum þetta hérna aftur, boltinn. Það skoppar hann upp á Líf sem að skallar hann svo í gegn og Hrafnhildur Ása tekur Önnu Heiðu á sprettinum. Það er Jónínu segi ég og skorar svo fram hjá Aldísi Guðlaugsdóttur. Almennilega í gang. Ekki það að síðari hálfleikurinn hefur verið betri hjá þeim þessar fyrstu 15 heldur en sá fyrri. En Blikar ennþá með öllu völd. Og hér Edith með hættulega bolta fyrir. Dauðafæri. En já, aukaspyrna hér, Agla María. Inn á teig, þarna er Sunna alein og Sunna Rún Sigurðardóttir setur 3. mark Blikana. Það er að ganga frá þessu. Já, hérna hér, Blikar komnar 3-0 yfir. Sjáum þetta aftur, það er aukaspyrna frá Öglu. Það er spurning hvort það sé snerting hérna frá Sunnu eða ekki. Ég held sveimið þá að Sunna